Mér finnst þetta samt svona svartur blettur á ímynd landsins. En ef þú hefur engar veiðar þá það bara hlægilegt. Það getur verið nauðsynlegt að veiða hval. Það eru ónauðsynlegar og grimmdarlegar, handstykkilegar veiðar sem ekki rétt á sér í nútímanum. Við eigum að hafa alveg rétt á að nýta þessa auðlind eins og aðrar. En þetta bara svo tilgangslaust. Hvalir eru stór og friðsæl dýr sem lifa í sjónum. Þeir eru sá ættbálkur spendýra sem best aðlöguð til sjávarlífs en þeir hafa aðlagast lífinu í sjónum fullkomlega og eru að engu leyti háðir landi. Ættbálkur hvala telur yfir 80 tegundir sem skiptast í 2 undirættbálka, skíðishvali og tanghvali. Skíðishvalir eru mun stærri en tanghvalarnir. Í þeim flokki tilheyrir meðal annars steypireyður sem stærsta spendýrið. Hann þyngsti hvalurinn og getur orðið 140 tonn. Tannhvalirnir eru mjög félagslyndir og lifa saman í vöðum. Vaða getur innihaldið 50 hvali. Flestir hvalir geta lifað hátt í 80 ár, rétt eins og við mennirnir. Hvalir eru mjög háðir hljóði. Þeir nýta sér það við veiðar og til að tjá sig innbyrðis. Tannhvalir eru mjög klárir. Þeir eru þekktir fyrir að taka þátt í flóknum leikjum, vinna saman og syrgja. Meðferð hvala í heiminum mjög misjöfn. Mest gagnrýnt SeaWorld fyrir meðferð þeirra á háhyrningum og höfrungum. Þeir geymdu stærsta háhyrning sem hefur verið vörslu, 6,9 metra langur og 5.700 kíló, í 15 sinnum 30 metra tanki sem var aðeins 10 metra djúpur. Enda hafa margir þjálfarar látist vegna ósætti hvalana. Hvalveiðar eru stundar á mörgum stöðum út í heiminum en mest tekið eftir þeim í Japan, Noregi og Íslandi. Færeyingar stunda einnig hvalveiðar en þær hvalveiðar eru ekki sambærilegar við þær sem við stundum. Þessum færeyingarnir eru á land hérna marsvín eða grindhvalur og það tannhvalur. Það sem við veiðum langreið sem skíðishvalur og fæða þessara dýra allt önnur sko. Langreið mest svona ljósáta og kannski svona fisksíli lítil. Grindhvalurinn hann étur smokkfisk og annað og safnar í sig miklu meira. Það kvikasilfur miklu í kjötinu eitthvað og spikinu en í kjöti af langreið ekkert, það engin hætta með það, alls ekki. Fundið séu mikið magn af kvikasilfri og öðrum efnum í hvölum frá Japan og Færeyjum. Það vegna þess að þeir veiða tannhvali. Tannhvalir éta fæðu sem ofar í fæðukeðjunni heldur en fæða skíðishvala. Gerða rannsókn í háskólanum Stanford á hvalkjöti sem sýnir að eitruð efni eins og kvikasilfur og díetrín hafa fundist í hvalkjöti frá Japan í það miklu magni að þau geti haft hugsanlega áhrif á heilsu neytenda. Vísindamönnum Stanford finnst að heilsustofnanir ættu að miðla upplýsingum til neytenda hugsanlega hættu í tengslum við hvalkjöt og þeir mæla með minni neyslu þess. Einnig var atvinnulæknir sem gerði rannsókn á óléttri konu í Færeyjum sem hafði borðað mikið hvalkjöt. Hann fann það út að kvikasilfrið hafi neikvæð áhrif á minni fóstursins, viðbragðstíma þess og tungumálanotkun. And my mercury levels were like really low because I haven't eaten it. And I don't think there's anything wrong in how we do it because it's humane and it's sustainable and everything. But because it's not food anymore, then I don't see any point in doing it. Allt frá upphafi Íslandsbyggðar hafa hvalir og nýting þeirra verið mikilvægur þáttur í afkomu landsmanna. Árið 1883 fengu Norðmenn leyfi íslenska stjórnvalda til að setja upp hvalstöðvar á Íslandi. Þessar hvalstöðvar voru á sínum tíma stærstu hvalveiðistöðvar við Norður-Atlantshaf. Samkvæmt heimildum frá þeim aldamóti 1900 mátti vinna úr einum búrhval það bil 10 tonn lýsis, 3 tonn af kjötmjöli og 7 tonn af beinamjöli, en restinni var bara hent í íslensku fjörunar. Norðmenn veiddu alveg gríðarlega mikið af hval hér við Íslandsstrendur og fóru héðan árið 1913 einfaldlega vegna þess hve lítið af hval var eftir. Þeir þurrkuðu hann upp. Eftir þessar gríðarlegu veiðar setti Alþingi Íslendinga lög verndun hvala á íslensku hafsvæði árið 1915. Þessi lög voru felld úr gildi árið 1928 þegar talið var að hvalstofnarnir hefðu náð sér. Þessi lög voru alíslensk og eru dæmi hinn fyrstu lög í heiminum gagnvart hvalveiðum. Árið 1935 voru sett ný alíslensk lög sem heimiluðu eingöngu Íslendingum að veiða hvali innan eigin lögsögu og nýta þurfti allt sem veitt var. Fyrsta íslenska hvalveiðistöðin var svo reist í Tálknafirði og var hún starfandi á árunum 1935 til 1939. Hvalstöðin í Hvalfirði hóf svo starfsemi sína árið 1948.
Veiðar á steypireyði, búrhval og hnúfubak voru bannaðar vegna þess hversu illa þessi stofnar stóðu. Íslendingar vildu ekki að útrýming Norðmanna á hvölum myndi endurtaka sig. Árið 1986 setti alþjóðlega hvalveiðiráðið bann á hvalveiðar í atvinnuskyni en veiða mátti 60 stórhveli á ári í rannsóknarskyni. Árið 1989 lauk vísindaveiðunum vegna skoðunum umhverfissamtaka að vísindaveiðarnar væru yfirskinn til að fara í kringum hvalveiðibannið, enda voru allar afurðir Íslendinga sendar beint á Japansmarkað. Eftir að alþjóða hvalveiðiráðið hafði hafnað áliti vísindanefndarinnar að hvalveiðar yrðu leyfðar að nýju, sögðu Íslendingar sig úr ráðinu. Ísland varð aðildarland að nýju árið 2002 þrátt fyrir andspyrnu margra þjóða innan ráðsins. Íslendingar lofuðu að hefja ekki hvalveiðar í atvinnuskyni þar til ársins 2006 og til janúar 2016. Í febrúar 2016 lýsti Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvalsaf, því yfir að engar stórhvalaveiðar verða á Íslandi, allavega út árið 2016. Hann segir fyrirtækið hafa mætt endalausum hindrunum við að koma hvalaafurðunum á markað í Japan. Hann segir hindranirnar meðal annars felast í síendurteknum efnagreiningum þar sem Japanir beiti yfir 40 ára gömlum aðferðum sem hvergi séu notaðar annars staðar í heiminum. Þetta gerir þeir þrátt fyrir að efnagreiningarvottorð fylgi afurðunum. Það er svona verið að vinna í þessu meira og þeir eru orðnir svona koma inn í svona nútíman Japanir og þetta er á móti öllum alþjóðasamþykktum. Menn eru að reyna að berja á þeim og sjá hvort þið get ekki breytt stefnu. Ef Japanir taka ekki upp nútímanlega rannsóknaraðferðir eins og notar hér á landi þannig að sambærilegum aðferðum sé beitt í báðum löndum mun Hvalur HF ekki lengur geta stundað hvalveiðar fyrir Japansmarkað. Japan er okkar aðalmarkaður og þess vegna svo sjálfhætt, segir Kristján við Morgunblaðið. Lög eru til hvalveiði og finnst sumir þær mannúðlegar því það er óheimil samkvæmt lögum að veiða hvalkálfa, hvalir sem kálfar fylgja og friðar tegundir. Einnig þarf að passa upp á að fari sé ekki ofur langt í hvalastofninn. Samt sem áður er veiði aðferð hvala farin að vekja upp spurningar hjá almenningi vegna þess að farið er notast við nútímavopn og tæknivæddari samgöngur. Hvalir eru mjög flóknar lífverur taugalíf eðlisfræðilega séð og finna þeir sársauka á líkum skala og við. Skutli er skotið með sprengihleðslu í dýrið og reyndir að hitta í heila eða hjarta svo að degi samstundis. Erfitt getur verið að hitta skutilinn alltaf á réttan stað, bæði vegna öldugangs, hvalisnir fara á hreyfingu og snögglega dýfa sér. Þess vegna er algengt að skutillinn hitti á aðra staði. Þegar skutillinn er komin inn í holdið spennist hann út þannig að hann situr pikkfastur. Sprengihleðslan sem ætlað er að springa inn í líkama hvalsins á að splundra líffærum þess, en ef skutillinn hittir ekki á réttan stað eða sprengjan springur ekki á réttum tíma, getur hvalurinn hvalist. Ef hann deyr ekki samstundis er haldið blástusopinu í hvalsins ofan í sjónum svo hann kafnar. Að kæfa hann getur tekið alltaf 15 mínútur. Dauðatíminn er sá tími sem líður frá því að skutillinn hittir hvalinn og þar til hann deyr. Það getur tekið alltaf 40 mínútur. Það fer eftir skotinu og sprengjunni. Leið og við leituðum að Whaling in Iceland kom í fyrsta lagi upp fullt af drápsmyndum en einnig skilaboðum frá erlendum aðilum til Íslands. Flest skilaboðin voru bón til Íslands að hætta öllum hvalveiðum. Oft kom upp mítastónd herferðin, en einnig kom upp skilaboð á borð við Iceland kills whales, I will not visit Iceland, save the whales og stop killing whales. Einnig kom upp skilaboð frá samtökunum Anonymous. Anonymous er hópur tölvuhakkara sem best fyrir réttlæti alls í heiminum og hefur vakið gríðarlega mikla athygli í öllum heiminum. Þeir senda út skilaboð þegar þeim finnst þörfir á því. Þeir senda þá út myndband með sönnunum og passa að allir í heiminum sjáu það. Þeim fannst brýn þörf á því að láta heiminn vita af því sem væri að gerast hér á Íslandi. It's time to expose the cruelty behind Iceland whaling industry. Boycott all Icelandic products. Contact your government representatives. Tell them to speak against Iceland. Brothers and sisters of Anonymous, we ask that you stand alongside us in targeting Iceland. Join our tweet storms to spread awareness. Join us in combined attacks on websites and databases, hacking, leaking and deleting as we go. We are anonymous. We do what we do because we want to. We do what we do because we can. Iceland, you really should have expected us. Við vildum vita hvert sjónarmið Íslendinga væri þar sem þetta var augljóslega sjónarmið erlenda aðila. Við lögðum fram könnun fyrir almenning sem fór fram á netinu.
1169 tóku þátt í könnuninni sem sýnir fram á það að Íslendingar hafa mjög sterka skoðun á þessu máli. Kynjahlutfallið var mjög jafnt en 552 einstaklingar eða 47,2% þátttakenda voru karlkyns en 581 einstaklingar eða 49,7% þáttakenda voru kvenkyns. Mjög greinileg jafn skipti var á aldrinum sem hjálpa okkur einnig gríðarlega. Flestir eða 260 einstaklingar voru þó 18 til 25 ára. Við spurðum þáttakendur hver skoðun þeirra á hvalveiðum væri. Svaramöguleikarnir voru með, á móti og alveg sama. 43,1% sögðust vera hlynnt þeim en 36,7% sögðust vera það ekki. Svo voru 20,2% sem sögðust vera alveg sama. Þetta kom okkur mjög á óvart þar sem frekar lítil prósenta alveg sama. Við vorum hræddar að Íslendingar hefðu enga skoðun á þessu máli sem var greinilega ekki rétt. Við skildum eftir auðan reit þar sem þáttakendur gátu skrifa rökstuðning í að vild og nýttu sér það margir. Niðurstöðurnar úr því voru mjög merkilegar og við fengum svör frá mjög mörgum áttum. Við fengum svör frá meðal annars útlendingum, umhverfisverndarsinnum, hvalveiðimönnum og hlutlausum íslenskum borgurum. Við fengum mjög góð rök frá þeim hópi þáttakenda sem voru með hvalveiðum á Íslandi. Flestir voru með hvalveiðum annarkvort út af peningum til að nýta þessa auðlind, góðu kjöti, atvinnuskapandi, mikilvægi sjálfbærni hafsins og margir spyrja sig af hverju það í lagi að drepa og veiða önnur dýr en ekki hvali. Mörgum fannst þó að stýra þurfti veiðunum mjög vel og passa að það sé farið eftir reglum og að þær séu stundaðir á hófi. Flestir voru sammála því að nauðsynlegt væri að drepa hvali til að viðhalda jafnvægi í lífríkinu. Dæmi svör sem við fengum voru: rétt að nýta hvalaafurðir líkt og aðrar og ekki gott væri fyrir lífkeðjuna ef ein tegund ofarlega í fæðukeðjunni væri friðuð og af hverju má fjöldaframlega kjúkling í ógeðslegum aðstæðum en ekki veiða villt og ánægt dýr eins og hvali. Einnig komu mjög góð rök frá þeim hópi sem var á móti hvalveiðum. Flestum fannst þær vera óþarfar, óumhverfisvænar, ómannúðlegar, skila ekki gróðanni árangri, fara illa með ferðamennsku, eftirspurn eftir kjötinu vera litla sem enga, skaðar aðrar hagsmuni og sé sóun á gullfallegum verum sem við ættum einungis að skoða en ekki veiða. Einnig komu rosalega oft upp þau rök að hvalveiðar skaði ímynd Íslands á alþjóðavettvangi og að þær séu alveg ónauðsynlegar. Sem dæmi svör voru meðal annars: fórnum ekki minni hagsmunum fyrir meiri. Hvalveiðar eru barns síns tíma. Það verður að vera ávinningur af veiðum ef þær eiga að teljast sjálfbærar. Og sem Íslendingur erlendis hef ég fundið fyrir því að þetta er oft það sem fólk hugsar í sambandi við Íslands. Sumir grínast með það en aðrir eru mjög reiðir Íslandi. Þessi svör kom okkur mjög á óvart. Íslendingar hafa mjög sterkar skoðanir á þessu máli og vita líka alveg hvað þeir eru að segja. Íslendingar hafa greinilega kynnt sér þetta mál og vita alveg nákvæmlega hvað er að gerast í landinu þeirra. Skoðanir eru samt alveg rosalega skiptar svo það er erfitt að finna niðurstöðu úr þessu máli en augljóst er að þetta snertir flesta Íslendinga og kemur þeim við. Ásamt þessari velheppnuðu könnun öflugum við okkur upplýsingar í gegnum netið, bækur og umræður við nemendur, kennara og fjölskyldu. Það hjálpaði okkur mjög en það sem upplýsti okkur best voru viðtölin sem við tókum við einstaklinga sem standa sem næst hvalveiðum. Við höfum samband við Þórarinn Blöndal sem hefur unnið við hvalstöðuna í 11 sumur en er hættur því núna. Þórarinn segist ekki vera hlynntur hvalveiðum sem eru stundaðar með hjálp verksmiðjuskipa og segir þær þurrka hvalinn upp. En hann sér hins vegar ekkert að því hvernig við Íslendingar veiðum hvali og segist alltaf verið fylgjandi hóflegum og skynsömum veiðum. Hann er veiðimaður sjálfur og telur þá eðlilegan hlut að veiða. Þórarinn segir hvalveiðar Íslendinga vera hófsamar og á engan hátt sambærilegar við hvalveiðar fyrir tíma. Þórarni finnst hvalveiðar ekki hafa nein áhrif á ímynd landsins þar sem allar veiðar eru stundar á heiðarlegan hátt. Hann vill benda á að hvalveiðar Íslendinga eiga lítið skylt við hvalveiðar Evrópuþjóða, Rússa og Japana í Suðurhöfum. Þessar þjóðir hreinstuð hvalinn þar. Hann segir svo að þegar hann fræddi fólk hvalveiðar Íslendinga þá hafði það nær undantekningarlaust engar athugasemdir. Því næst tölum við Birnu Björk Árnadóttur, barnabarn eins af stofnendum Hvals hf. Birna Björk sagði okkur frá æsku sinni þar sem hún ólst upp við að hvalveiðar væru sjálfsagður hlutur og stór partur af fjölskyldulífinu.
Hún skrifaði grein sem var birt hún á Vísum.is og ber titilinn Eru hvalveiðar nauðsynlegar? Þar hún að fjalla slæm áhrif hvalveiða fyrir Ísland. Þar segir hún meðal annars: Eina markaðslandið Japan og þar gengur ekki betur að selja kjötið en svo að hluti aflans af vertíðunum 2009 til 2010 enn óseldur og geymdur í frystigeyslum þar í landi. Svo tölum við Sigurstein Másson, fulltrúa Alþjóðadýravelferðarsjóðsins á Íslandi og í Noregi. Sigursteinn hefur unnið að stöðvun hvalveiða í Íslandi í 13 ár. Hans helsta verkefni Meat Don't Eat Us herferðin sem samvinnuverkefni milli IVAF, The International Fund for Animal Welfare og Ice Whale, samtök íslenskra hvalaskoðenda. Þar hann að vinna því að upplýsa og fræða túrista íslensk hvalkjöt og það að át á hvalkjöti sé ekki hefð hér á Íslandi. Því næst tölum við Gunnar Braga Sveinsson, landbúnaðar, sjávarútvegs og byggðamálaráðherra. Gunnar Bragi gaf út skýrslu árið 2015 áhrif hvalveiða á samskipti Íslands og annarra ríkja. Einnig fengum við stutt innlegg frá Gísla Víkingsinni, hvalasérfræðingi hjá Hafrannsóknastofnun. Næsti viðmælandi var Kristján Loftsson, framkvæmdastjóri Hvals hf. Hann var stjórnarformaður HP Granda og hefur þar að leiðandi unnið við sjávarrekstur lengi vel og þar mjög kunnugur. Hann gaf okkur innsýn inn í hvalareksturinn hér á Íslandi. Mér finnst þetta að vera svo ofboðslega mikil sóun á auðlindum. Mér finnst þetta sóun orku, að það sigla með þetta kjöt, það sem lítil eftirspurn eftir þessu. Japanir, það virðist ekki verið neitt að aukast hvalát hjá þeim og það bara komin nýja kynslóð í Japana og þeir bara að fá sér eitthvað allt annað að borða. Að við séum að standa í þessu með alla þjóðir heims sem svona hálfpartinn á móti okkur. Sama tíma erum við að bjóða þetta upp á hvalaskoðun. Þetta virðist ekki fara alveg saman, en þetta bara svo tilgangslaust. Annars það ekkert sem að neikvætt, jafn neikvætt fyrir Ísland eins og þessar hvalveiðar. Það ekkert. Það eru náttúrulega algjörlega tilgangslausar svona út frá hagsmunum Íslands því að þetta sko löngu orðið úrelt og hætt annar staðar. Mín persónlega afstæði svo að við eigum að hafa alveg rétt á að nýta þessa auðlind eins og aðrar. En það hins vegar spurning hvenar og hvernig við eigum að nýta hana. Við eigum ekki að gefa eftir réttinn til að nýta hvalinn frekar en aðrar auðlindir. Ef þú ert með hérna í hafinu kringum Íslandi eru stofnar sem eru hægt að nýta á sjálfbæran hátt og þá ber að nýta þá. Þetta ekkert flóknara heldur en bara fiskveiðar. Stofnar sem við erum að veiða úr eru ekki í útrýmingarhættu lengur. Þeir eru búin að ná sér á strik. Þannig að það er rosalega mikil óvissa marga stofna. Það sem við vitum að mörgum stofnum hefur verið útrýmt og það er viðurkennt. Aðrir hafa náð sér nokkuð á strik, voru í útrýmingarhættu en hafa náð sér á strik. Fjöldi hvala í sjónum í dag er það bara 10% af því sem það var þegar stóra hvalatalningin 1928 fór fram. Samkvæmt vísindamönnum þá eru þeir það alls ekki. Íslenski stofnar eru ekki í útrýmingarhættu og ef ég man rétt þá það meira sér viðurkennt af ákveðnum samtökum að svo sé. Það eru aðri stofnar eins og í hættu eins og Suðurskautinu og slíkum stöðum. Nei. Stofni hérna cirka sem við erum að veiða úr svona 20.000 dýr pluss og við erum með kvóta upp á 150. Það ekkert, nálgast ekki neina útrýmingarhættu, það bara rugl sko. Ef maður skoðar á stóru myndina þá finnst mér þetta skaða okkur meira heldur en ávinningurinn er. Mér finnst þetta samt svona svartu blettur á ímynd landsins. Ég hef búið í útlöndum og haldið uppi vörnum fyrir hvalveiðar og fengið alla móti mér sko. Það sem hjálpar okkur núna er að það verða ekki veiddir stórhvelir í sumar. Ekkert sem að neikvætt, jafn neikvætt fyrir Ísland eins og þessar hvalveiðar. Það ekkert. Ég held heilt yfir síðan ekki að skaða ímynd landsins. Við séum það til dæmis á hversu gríðarlega vöxtur til dæmis hvalaskoðun og ferðamenn sem koma hingað til þess að fara hvalaskoðun eða skoða náttúru Íslands. Þeir eru allir sem hafa skoðanir á þessum málum okkar og þeir alveg láta okkur finna fyrir því að þeir hafa slíka skoðanir. Nei, ég hef ekkert sammála því. Ég held ekki enginn sýnt fram á það. Ég halda þessu fram þetta antilið sko. Það hefur enginn getað sýnt fram á það á nokkurn hátt. Þú getur týnt hvað sem þú vilt til og sagt að þetta hafi slæmar.
Það náttúrulega búið að hóta okkur oft viðskiptabanni þó enginn hafi beinlínis staðið við það. Að þetta hefur eitthvað staðið okkur fyrir þrifum í alþjóðasamskiptum. En sko, mér finnst að við þurfum að skoða þessa hagsmuni í svona hlið við hlið, sko, hvalaskoðun, hvalveiðar. Hvort að gefa okkur meira í dag? Erum við ekki svolítið að satsa á ferðaþjónustuna? Og þó þetta gangi svo sem allt í lagi hlið við hlið í dag, maður veit það ekki. Það myndi græða svo mikið á því, bara segja bara stopp. Þú veist, það myndi svo allir bara segja sko, yes, loksins, þetta er bara gott hjá okkur núna, standi í lappirnar. Bandaríkjamenn hafa verið gríðarlega harðir á þessu að sko Íslendingar væru að fara á svig við alþjóðasamninga og væru að fara á svig svona við það sem að alþjóðastofnanir hafa ákveðið og samþykkt. Þetta leiddi þess að það hafi verið svona frost í samskiptum. Það er mjög fáar hafnir í heiminum sem að vilja þjónusta og svona. Þetta er svo geislavirkur úrgangur í augum heimsins. Öll Ameríka er lokuð fyrir hann, öll Evrópa, Afríka og stór hluti af Asíu. HB Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á landinu. Það fyrirtæki hefur verið að lenda í vandræðum í Þýskalandi og annar staðar út af tengslum við hval HF. Og menn hafa tengt þetta svona einhverju sjálfstæði þjóðarinnar. Það að við getum ekki látið einhverja aðra þjóðir segja okkur hvað við erum að gera. Mér finnst þetta alls ekki snúast um það. Þetta snýst um það hvað er skynsamlegt að gera. Hvað er rétt gagnvart náttúrunni, hvað er rétt gagnvart okkur sjálfum og líka að taka þetta tillit til alþjóðlegra sjónarmiða. Í einhverjum tilvikum má segja að okkur er haldið kannski fyrir utan ákveðið samstarf og þess aftar. En heildarmyndin er samt svo að þetta er ekki komið niður á samskiptum okkar eða staðið vegi fyrir framþróun í Íslandi eitthvað svoleiðis. En þetta er ekki þannig að við erum að bíða eitt skaða. Við getum lent í því að vera haldið svona fyrir utan ákveðna fundi og ráðstefnur sem væri mjög gott fyrir okkur að sækja. Ef við látum undan þrýstingi með að gefa eftir vísindalegu ráðgjöfina og vísindalega trúverðuleikann á því að þurfi að veiða hvali, þá munu þeir sem eru á móti snúa sig bara að þorskinnum eða einhverju öðru. Ef við gefum eftir þarna, það er þetta þá ekki bara yfir aðra tegundir? Nei, ég held ekki, það hefur hvergi komið fram. Skipafélögin, með þessu stóru gámaskipin, þeir hafa sagst ekki taka þessa vöru. Þetta antíliðið hefur verið að hóta þeim öll illu ef þau flytji gáma með hvalafurðum. En það er ekki að hafnirnar sé að loka á okkur, það eru skipafélögin sem hafa gefið sig. Þetta er náttúrulega gamla skepnur að búið að hlaðast upp yfir alls konar eiturefni og kannski er þetta ekkert rosalega hollt að borða mikið af hvalkjöti út af því. Kvikasilfur, PCB, alls konar málmar sem eru í þessum dýrum að því að sko, sérstaklega tannhvalinir sem eru auðvitað efstir í fæðukeðjunni að þeir taka inn í sig öll þessi mengunarefni úr sjónum sem að við erum ábyrg fyrir, sem að maðurinn er ábyrgur fyrir. Og það sem hefur gerst í Færeyjum er að það er ekki bara sko, krabbameinsvaldandi efni og þess vegna hátíðni krabbameins í Færeyjum, heldur líka sko, sjúkdómar eins og Parkinson sem að danskir vísindamenn hafa rakið beint til þessa áts á hvölum. Ég veit þó að þessar afurðir sem eru að selja héðan eru minna mengar en margar aðrar. Ég get ekki sagt hvort það er mikið mengar eða lítið. Já, það getur alveg gert það ef það er mikið og ef það er gengið og gert og harkalega þeim og það eru hérna nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar hér í Faxaflóanum einmitt sem að sýna að hvalaskoðunin hafiði skaðleg áhrif á hegðun hvalanna hrefnunnar sérstaklega á þann hátt að hún náði ekki, þegar bátarnir voru nálægt þá náði hún ekki að éta eins mikið og annars, þá var hún svona meira að flýja bátana. Þannig að vissulega getur þetta haft áhrif allavega meðan á þessu stendur en hvort þetta sé einhver alvarleg áhrif upp á það að þeir ná ekki að vinna þetta bara upp síðar eða einhverjum annar staðar, það er eiginlega mjög erfitt að segja. Með hvalaskoðunina þá á hún rétt á sér svo framalega sem að hún er ábyrg og hún styðst við Codes of Conduct og hún styðst við leiðbeinandi reglur hvernig best er að sigla að hvölunum og koma að þeim. Og þess vegna sko er ofsalega mikilvægt og einmitt núna, aldrei mikilvægara heldur en núna, að hvalaskoðunin
fylgi þeim reglum sem hún hefur sjálf sett sér og við höfum unni með henni í að gera og að þessi fundnar leiðir til þess að hvetja farþegana til þess að vera á varðbergi og vera svona eftirlitsaðilar og láta vita ef að það eitthvað sem að þeim finnst vera óþægilegt. Hvalaskoðun getur bara vaxið og verið jákvæður valkostur ef hún ábyrg. Þá, og aðeins þá, hvalaskoðunin þessi jákvæði valkostur sem að ég hef í 13 ára mín samtök talað fyrir. Þessi hvali hrefnar sem hérna fyrir utan að þeir séu eitthvað ánægð með þetta, það alveg hreinlega. Ég hef ekkert á móti hvalaskoðun, það bara þeir hægir sig eins og menn og sé ekki að sigla upp á bakinu á þeim og svona djöflast í þeim. Ef þessi hugsun að við erum í samkeppni við fæðuna við hvalina, þá held ég að við þurftum að veiða miklu meira heldur en svo 150. Þá þurftum við að veiða miklu fleiri hvali. Það munar ekki þetta beilinnis. Við segja svona fyrir svona 10 árum síðan, 10 til 15-20 árum síðan, þá har þessi afstaða kannski verið nokkuð rökrétt út frá því að þú hugsir hafið eins og fiskabúr. Það sem eins og lokað vistkerfi, það sem stóri fiskar og litli fiskar og stóri fiskarnir étandi litli fiskarna og þangað til að engin lítill fiskur eftir. Hafið bara alls ekki þannig. Og það sem við höfum náttúrulega uppgötvað vísindamenn í virtum háskólum og virtum vísindastofnunum út allan heim á undanförnum svona 10 til 15 árum með rannsóknum á hafinu að hvalirnir eru algjörlega nauðsynlegir í vistkerfi hafsins. Ef þeir væru það ekki, þá hefðu þeir ekki lifað algjörlega sjálfbæru lífi í 50 milljónir ára áður en maðurinn fór út á fyrsta bátinn. 50 milljónir ára. Það sérstaklega fyndið í tilfelli langreyðarinnar af því að það þó sannað að hún étur ekki fisk. 1,7% og mestalegi 3% af fæðu langreyðar fiskur. Þannig að hún svo sannarlega ekki í beinni samkeppni við mannskeppnina fæðu. Eins og segi, alltaf verið að finna út nýja hluti sem að leiða til þess að það kemur í ljós að hvalir eru nauðsynlegir fiskstofnum. En það kemur líka í ljós að þegar þetta rannsakað að það ekki til eitt einasta vísindaplagg í veröldinni sem sýnir fram á það að hvalir séu vondir fyrir fiskistofna. Þar sem að fiskistofnar eru góðu standi, þar eru hvalastofnar í bestu standi. Þannig að þar sem að hvalirnir hafa horfið, þar lítill fiskur en enginn eftir. Þannig að ég held að menn ættu bara aðeins að slappa af með þetta og skoða þessa 50 milljónar á sögum. Ef þeir væru gráðugir hvalinir, þá hefðu þeir klárað allan fiskinn í sjónum fyrir mörgum milljónum ára. Þegar samkeppnin er orðið milli hvalana og þorsksins, ýsunnar, makrílsins, karfans, allt þetta, þá getur verið að við þurfum að taka bara þá ákvörðun að hreinlega að skjóta hvali til þess að fækka. Það verulega hægt á því að þessi stofn verði bara það stór að hann eyðileggi fyrir öðrum lífverum í sjónum. Það getur vel að langur þessi eldri en risaeðlurnar en það breytir því ekki að honum fjölgar hratt við Íslandsstrendur og þar alveg er þá meiri samkeppni í lífríki. Það verður metið að hvalirnir 12 tegundir hérna við Ísland éti 6 milljónir tonna af fæðu á ári sem kannski 4 til 6 sinnum meira heldur en íslenski fiskveiðiflotinn étur. Hins vegar vantar okkur alveg mikið upplýsingu til að geta beinlínis sagt hvort það séu í samkeppni við fiskveiðarnar. En það svo sem ýmislegt sem kannski bendir til þess að ef við hættum alveg hvalveiðum að þá munum við svona í framtíðinni þurfa að sætta okkur við heldur minni fiskveiðar en annars. Já, það mun enda þannig ef hvalinni verða bara látnir vera hérna og ekkert nýttir þá taka þeir sitt ekkert í megrun Þá kemur það niður á einhverjum öðrum fiskstofnum og ég vil fæðu fyrir aðrar fiskstofnum. Þessi fæðukeðja sem mun raskast á við það. Svo hafa fiskveiðarnar aftur aukist. Þannig að þetta svona balans dálítið. Og þetta hefur verið fjölskyldufyrirtæki og hann svona aðalpartner fallinn frá. Líka fundið þá að heyrt af þeim sem hafa verið þarna að skera hval kannski fyrir áratugum síðan að menn fá svona svolítið stjörnir í augun og
það einhver svona ljómi yfir þessari vertíð sem var þarna og stemningunni í Hvalfirði og allt þetta. Við látum undan þrýstingi með að gefa eftir vísindalegu ráðgjöfina og vísindalega trúverðuleikann á því að þurfi að veiða hvali, þá munu þeir sem eru á móti snúsi bara að þorskinnum eða einhverju öðru. Ef við gefum eftir þarna, það er þetta þá ekki bara yfir aðra tegundir. Ég meina elda alltaf sem einhverju útlendingar segja sem veit ekki hvað að tala um. Ég held það sé nú ekki góð pólitík. Ef við hættum þá fara þið bara í eitthvað annað, þá verður sagt að skjóta rjúpu og skemmi ímynd Íslands og síðan fara þið í eitthvað næst. Þetta er endalaust þras. Hvernig nýtum við þessa hvali sem við erum að veiða núna? Bara í góðu lagi að fámenns samfélög veiði hval af því að þau nýta hann alveg 100%. Við erum ekki að nýta hann hval, við erum ekki að borða hann. Við erum að einhver túrist að koma og fara í hvalaskoðun og fá sér hvalsteik einu sinni. Þetta er svona ævintýramennska, ég hef borðað hval. Þetta er svona svolítið smart. En þarna hefur undanfarin ár við verið að flytja út alveg gríðarlegt magn af hvalkjöti. Og það endar upp í einhverjum fyrstu húsum í Japan. Sko, væri ekki nær að geyma þessar skepnur á fæti eins og maður segir. Veiða og selja svona í takt við frambúð eftirspurn. Það er í raun og veru bara stóra samhengið. Það að mann skoði heildarmyndina, við erum að veiða þetta, er einhver að kaupa þetta, er einhver eftirspurn eftir þessu. Og það er ekki. Japanirnir er ekkert að kaupa þetta magn sem við erum að veiða. Japanir eru sjálfur að veiða hvali. Alveg, og þú veist, Ástralir og allir hata það. Þetta er mjög neikvætt og svona fyrir ímynd Japans. Við getum ekki bara fyllt alla frista landsins í Japan af hvalkjöti. Ég meina, þetta er rándýrt bæði að flytja þetta og frista þetta. Allavega við verðum að koma því öllu frá. Tökum allt sem við getum frist og svo restin er soðin og unnið úr því lýsi og mjöl. Helstu átakamálin í kringum hvalveiðar á Íslandi skiptast í 2 flokka. Með og á móti. Helstu átakamál með hvalveiðum eru þau að hvalirnir í sjónum eru auðlind sem okkur ber að nýta. Við erum eyja sem er umkringt sjó og eigum við rétt á að nýta þær auðlindir sem sjórinn hefur upp á að bjóða. Finnst bara þetta vera orðið svo mikil tímaskekkja. Af hverju við erum að þrjóskast við að því við erum sjálfstæð og við erum að nýta þessa auðlind. Einnig finnst fólki nauðsynlegt að viðhalda jafnvægi í lífríkinu þar sem hvalir eru ofarlega í fæðukeðjunni og væri þá ekki rétt að friða þá. Tannhvalur étur 300 til 15 milljón tonn af sjávarfangi árlega. Talið er þá að hvalir séu í samkeppni við okkur fiskin í sjónum þar sem við Íslendingar nýtum okkur fiskin sem mjög dýrmæta auðlind. En langreyðirinn borðar þó langmest átu eða smásæ og krabbadýr. Svo hann er ekki neinni samkeppni við íslensk veiðifyrirtæki. En langreyðirinn og fiskurinn eru þó í samkeppni ætu. Helmingurinn af fæðu hrefnunar er þó fiskur svo hún geti haft einhver áhrif á fjölda fiskistofnana. Fólk sér ekkert að því að stunda hvalveiðar í hófi svo lengi sem veiðarnar séu sjálfbærar. Eftirspurn sé eftir kjötinu og ef við græðum eitthvað á því. Því miður er ekki mikil eftirspurn eftir hvalkjöti á Íslandi. Mest af því kjöti sem Íslendingar selja sjálfir kaupa túristar. Íslendingum finnst hvalkjöt vissulega mjög gott kjöt en það sýnir sig ekki í sölu hér á Íslandi. Hvalveiðar eru atvinnuskapandi grein en fæst af þessum störfum eru heilsársstörf. Mest af þeim eru sumarstörf. Þegar það er vertíð eru starfsmenn hátt í 150. En aftur á móti eru helstu átakamál á móti hvalveiðum eftirfarandi. Ónauðsynlegar veiðar sem Íslendingar þurfa ekki á að halda. Við veiðum þó kjötið og fáum pening á því að selja þetta til Japans og túrista hérna heima. Það getur vel verið að við þurfum bara hreinlega að veiða hvali bara til að fækka þeim. Er nauðsynlegt að veiða til að selja kjötið eða afurðirnar, það er ekki nauðsynlegt fyrir Ísland, það er ekki nauðsynlegt fyrir okkar efnahag eða útflutning en annað. Það getur verið nauðsynlegt að veiða hvali bara til að halda stofninum niður. Þessar veiðar skila engum gróða né árangri þar sem þær fórna aðeins meiri hagsmunum fyrir minni. Þær skila engum hagnaði inn í þjóðarbúið en skaða ímynd landsins. Það er einhver sem telur business í þessu. Það skapar jú yfir ákveðin tíma 300-400 störf. Hér er Reykjavík og Akranesi í hvalstöðinni. Hvalveiðar eru slæmar fyrir ímynd landsins og setja svartan blett á Ísland á alþjóðavettvangi.
Þær geta haft áhrif á viðskipti Íslands við önnur lönd. Íslandi hefur verið hótað viðskiptabanni en það hefur aldrei ræst úr þeim hótunum. Það ekki nýtt í Bandaríkjunum og þeir eru búin að senda Japanum mörg svona bréf og Norðmönnum og okkur. Og það fylgir þess ekkert nema bara svona einhverjar hótanir og þetta eiginlega sett mest á svið svoleiðis að þetta anti-liðið þarna í Ameríku geti verið að safna peningum svoleiðis að þeir geti farið að segja nú þurfa forsetinn að fara að gera eitthvað í málunum og þeir hætti ekkert sko. Þeir atvinnum fá peninga hjá fólki til að segja þetta sé svona og ljúga nú mest af það því þeir þurfa ekki að svara fyrir þetta hjá einum eða neinu, þeir geta sagt hvað sem þeir vilja og komast með það endalaust. Leður þú ferðaði eldast við og þá bara magnar þetta upp. Dráp á dýrum til manneldis eiga aldrei rétt á sér, en fyrir íslenskan efnahag þurfum við að veiða og drepa ákveðin dýr. Við erum að bera þetta saman við það sem gerist í sláturhúsum eða í svona þeirri veiði sem að framfer á landi, þá væri þetta aldrei leyft og aldrei samþykkt. Við höfum sagt Íslendingar að við rekum okkar fiskveiðistjórnun eða stjórnarháttunni byggjum það á vísindum og skýrum reglum og sjálfbærni og virðingu. Mér finnst mjög erfitt að taka einhverja eina dýrategund út fyrir og segja að við ætlum ekki að hafa sömu sjálfbærni reglur annað hvali, bara gildi þorsk. Veiðar á hvölum eru ómannúðlegar og ekki sambærilegar við veiðar á búfjárum. Hvalurinn deyr ekki samstundis og kvelst lengi áður en hann deyr. Veiðiaðferðin við hvalina hefur náttúrulega lengi verið umdeild. Þessi skullar eða hvað það kallar sem notað til að veiða þá sem sagt, eiga að drepa þá hraðar og fyrr. Til einhver aðferð sem er mannúðlegri, ég bara get ekki sagt til það. Við erum með bestu greið sem þekkja því saman til hvalveiðarnar. Ef þú berð þetta saman til hvalveiðar við veiðar og dýrum á landi eins og hreindýr og elg og þá eru hvalveiðarnar miklu fljótvirkari heldur en það. Fjármagnið sem við fáum úr hvalaskoðun jafn mikið ef ekki meira en það sem við fáum úr hvalveiðum. Frekar aðeins að stunda hvalaskoðun í Íslandi þar sem hvalir eru gullfallegar verur og okkur ber að nýta það. Hvort tveggja, þú þarft ekki að hætta einu til þess að halda hinu. Þú getur haft ef þú fær þetta mikið úr hvalaskoðun og hitt úr hinu þá ertu komið 2 potta í staðinn fyrir bara 1. Erfitt var að finna niðurstöðu í þessu máli þar sem það mjög umdeilt í íslensku samfélagi. En augljóst að málefnaleg rök eru til staðar bæði með og á móti hvalveiðum. Allar heimildir sem við öflugum okkur benda til þess að íslenska þjóðin skiptist í 2 fylkingar gagnvart hvalveiðum. Þetta svolítið flókið, það er ekkert eitt svar, það er ekkert alltaf rétt eða rangt. En svona hver og einn kannski býr til svona sína eigin skoðun, sko. Velferð, hún verður að vera algilt hugtak. Annarkvort trúir því að við eigum að búa í heimi þar sem að við látum okkur annt bæði hvort annað og lifandi verur. Ef að við styðjum það að dýrum sé slátrað til manneldis, að þá sé tryggt að það sé gert á mannúðlegan hátt. Þegar maður býr á eitt stykki plánetu, sem er bara ein kúla og við höfum ekki aðra til að fara á, þá verðum við svolítið að taka tillit hvers til annars og líka tillit til sjónarmiða. Svo framalega sem að það gengur ekki á okkar velferð eða okkar afkomu og svo framvegis. Þá eru sjónarhornin mjög mismunandi. Það er mikilvægt fyrir okkur að halda upp í mjög kröftugri við skulum allavega svona leiðréttingu á ranghugmyndum sem að fólk hefur. Því þetta endalok hvalveiða núna, eða munum menn fara á stað aftur. Við fáum alls konar skilaboð og gegnum Twitter og hitt og þetta, fylltist allt innu boxi hjá manni af einhverju. Og mikið af því byggist á rosalegum misskilningi. Það kemur alltaf svo tími, hjá manni sem einstaklingi eða hjá þjóð, að maður þarf að gera það upp við sig fyrir hvað maður stendur. Hvað viltu vera þekkt eða þekktur fyrir? Það snýst ekki endalega vísindi eða sannleika eða hvað er rétt og rangt, snýst oft ímyndun, tilfinningar og skoðunar sem byggjast ekki á einhverju svona traustum grunni. Menn gátu aldrei nálgast þetta umræðefni öðruvísi en í einhverju reiði og fólki hitnaði hérna innan þessir, að þetta er alltaf breytast. Og það er rosalega mikilvægt þegar við getum svona aðeins slakað á
og bara horft á hlutina bara, já, byrju, hvað er skynsamlegt, hvað er rétt, hvað er rangt. Jafnvel þó við sem ósammála, en reynt að nálgast þá allavega með það sem við getum lent saman.